Þetta alltaf að koma hjá okkur. Sæll og blessaði Brynjar. Sæll og blessaður. Það segir gott. Við þokkalegur. Það ekki? Jú. Þú ert núna í meiri hluta? Já, ég hef alltaf verið í meiri hluta, alltaf þegar ég hef verið einhvers í pólitík. Er það? Já. Hefur aldrei verið í minni hluta? Aldrei. Er það ekki leiðilegt eða? Jú, það getur verið það. Ég Bjarni, sem við erum að fara að vitna í eftir, Bjarni Benediktsson, hann varð stjarna í því að vera í minni hluta. Já, á sínum tíma. Heldur þú myndir ekki skína skærar ef að... Ég held þú væri frjálsari maður og getur sagt meira. En ég vísu kom inn á þingi tvisar sem í minni hluta núna sem var þingmaður. Þetta líka ákveðin vitnisburður það og kannt ekki að tapa. Ég þoli ekki tapa. Nei, ég er ekki að segja þú sért lélegu tapar en svona á tapar aldrei. Nei, ég hef ekki tapað en þá, í kosningum. Nei. En hvað hver ástæðan? Akkur þú svona góður í pólitík? Já, ég held að bara hafi ekkert með mig að gera. Nú? Þetta er tilvílinn einar. Já, góði. Það er hann. Byrjum náttúrulega bara á málana. Já. Meiri hlutin. Já. Þú og ykkur, þú fékkst óskrinu uppfyllt að halda hatrinu út fyrir borgarmeiri hlutan. Og nú erum við með hófstiltan hægri flokk sem mótvægi við það ofstæki sem er á ysta hægrinu í miðflokknum. Af hverju taldirðu þetta að vera betri leið? Á þess að byrja að læra þetta ofstæki, þetta er ekkert ofstækisflokkur, þetta er ekkert ofstæki og eikir augar og þetta er bara orðið frekar hallærislegt hvernig andstæðingarnir alltaf mála þá sem aðra skoðun sem öfgamenn eða ofstækismenn. Þetta er bara fólk, bara ágætis fólki, þekki margt þar, þessu fólki, bara gott fólk og ekkert ofstæki í því. Nei, varðandi bara þessar kosningar og þá var niðurstöðan þessi og í mínum huga þetta bara skipti mestu máli að okkar verkefni og okkar stefna yrði ráðandi og með hverjum kannski næðu best í því. Á endanum var þetta niðurstaðan hjá Hildi og ég get ekki séð það að við höfum getað náð betri málefnasamningi með öðrum. Þannig að þú telur þetta hafi verið besta niðurstaðan? Já, þetta voru forystumenn Miðflokksins ekki að gera þetta auðveldara. Nei. Og að fara með þeim, þó að menn höfum fundist mörgum liggja beinast við að fara með Miðflokknum eftir kosningar vegna þess að það var náttúrulega ákall breytingar. Og þetta er nú aðeins flóknara það þarf fyrst að vera traust á milli fólks og aðalatir að ná sínum málum í gegn og við náðum þeim öllum. Og þetta var því niðurstaðan. Ég get ekki séð betur en að bæði Framsókn og Viðreisn hafa verið mjög tilbúin í þessa breyting sem það er að gera og Var þetta afleikur hjá Miðflokknum að ganga svona hart fram? Í svona eins og þegar Björn Ingi fer þannig í bítið og... Já, þú byrjar náttúrulega ekkert samband, ég tala ekki ástarsamband næstu árin með svona, en þetta er svolítið snýstlíkun traust. Það voru þetta innanborðs eitthvað sem voru svona gerður hlutulega erfiðari, en vissulega reyndi Hildur það að helst að hafa Miðflokkinn með. Já, það var alveg reynt. Það var reynt, það gekk ekki, þannig að ég held bara að Hildur hafi gjarnan vilja vinna með aðra. Já. Og hann vil líka ríkur maður og enda með því að bjóða það að vera formaður stjórnar orkuveitunar. Já. Vegna þess að það er nú ekki á hverjum degi sem við höfum þannig mann inn í borgarstjórn sem gæti hefur vita þessu? Já, sem hefur það sem þarf. Hver var það náður? Veistu það? Gylfi Magnússon, prófessor. Já, ég veit hver það er. En svona núna hafa margir sem eru að fylgjast með pólitíkinni og eru svona sjálfstæðisflokks megin. Jón Steinar talar fjölda úrsögn. Hvernig líst þér á þetta? Já, ég sagði það að það yrði mikla tilfinningar hjá mörgum að nýti ekki þetta tækifæri sem fara almennilega og trausta hægri stjórn með hægri áherslum skulum við segja, en það náðist bara með þessum flokkum, þannig að menn þurfa ekki að hafa áhyggjur af því. Nei, eru þau alveg tilbúin til að ganga langt til hægri og þið? Þetta er kannski í sveitsallamálinu er þetta minna hægri og vinstri, þetta er nú spurning lögbundið hlutverk
skildur að menn séu nú einblínu á það og nálgist svona viðfangsefnin og fjármálin svolítið með hægri áherslum, nýta peningana betur, reyna að þá minnka frekar álögur á íbúa og svo framvegis, það sem við kallum hægri áherslur. Og ég held að það skiptir kannski ekki máli hvort við erum miðflokknum eða þessum flokkum í því sjálfum sér. Nei. Þannig að ég get ekki verið ósáttur við þessa niðurstöðu að við fáum öll okkar málefni fram og við erum með borgarstjóra og við erum með formennsku í nefndum og ráðum og þá get ég auðvitað ekki sagt það að ættu að vera öðrum. Ég skil tilfinningar fólks og það er mikið reiði mörgum hjá okkur og fannst þetta vera auðvitað nánast svik. Þetta er flóknara en það, sko. Aðalatriði að við náum okkar fram og það sé traust á milli manna og því að við erum að fjárfesta næstu 4 árin í mannskap og það má ekki klikka í því, sko. Nei, var það sko, þegar ég sagði strax eftir kosningar að sá flokkur, eða þeir flokkar sem að vera tilbúin til þess að vera meðvirkastir með Sjálfstæðisflokknum eru alltaf í meirihluta, alveg saman hvernig það er. Og var þetta ekki bara þannig? Ég sumir að lesa rosalega mikið í þetta, sko. Ég veit ekki þetta en ég aftur á móti taldi að það væri fýsilegra að fara með miðflokknum, sko. Einfallega bara út af því að þeir eru líka skýr skilaboð inn í framtíðina, sko. Já, það lágu þetta beinast fyrir eftir niðurstöðu kosningar að gera það. En það eru önnur atriði sem vega líka mjög þungt og vóguð í þessu tilfelli þyngst. Það traust á milli manna, með hverjum getur unnið að veldast og hverju nærðu fram. Og þetta bara var niðurstaðan og ég ekki sé betur en að hún sé absolutt góð og hún bara reynir á það að það verði gott samstarf og menn séu alveg klárur á því í hvað að fara. En ef ég er svona bi-curious miðflokks / sjálfstæðismaður, setti X í D bara svona út af því að það voru einhver áherslur þannig sem að mér hugnast ekki en aftur á móti er ég rosalega mikill simmamaður, ég er rosalega mikill snorramaður. Já. Hvað segir við þann kjósanda sem er núna, núna er mér öllum lokið. Bara hvað er í gangi hérna? Þið segist alltaf að vera rosalega langt til hægri. Guðrún kemur hérna með áherslu bara við erum ekki að fara að vinna til vinstri, við erum að fara að setja 35% tekjuskatt og við ætlum að bara keyra harða thatcheríska hægri stefnu. En svo þegar það tækifæri gefst að þá svíkiði mig. Já, ég skil alveg þessa tilfinningu og ég skil þessi rök bara mjög vel og ég veit alveg að mörgum er misboðið og finnst þetta að vera hrein svik við sig. En við erum í borgarstjórn, við erum að ná okkar málum fram, við erum búin að mynda meirhluta með fólki sem allavega, við treystum og þetta gekk bara mjög vel. Það var smá núningur kringum kannski aðeins samgöngumálin. En ég held allir sem búin áttast í því að það þarf aðeins að laga það til og heilmikið jafnvel. Þannig að menn bara komst þeirri niðurstöðu, ok, við erum að fara í þetta og við erum tilbúin sem breytingar. Nú allt veltur út af því að við náum þessu verkefnu fram og náum að klára þau. Ef við náum því ekki vegna þess að það er einhver fyrirstæði í hinum flokkunum eitthvað svona, þá er þetta feigðarför auðvitað. En kannski helstu áhyggjuna sem maður hefur auðvitað vegna þess að kom alltaf upp einhver mál, ófyrirséð mál á kjörtímabili að ná samstöðu í þeim kannski hugsalega hefði það verið auðveldara með miðflokki heldur en þessum flokkum, maður veit það ekkert. En þetta er auðvitað, það reynir nú auðvitað á þessa einstaklinga á forystu hæfileika oddvitana og ég hef enga ástæðu til þess að ætla það að það gangi ekki vel. Nei. Þá liggur náttúrulega bara beinast við að færa okkur yfir í næsta málefni sem er náttúrulega kynlíf. Og ég er nú ekki alveg sérfræðingur til lengur. Nei, þú veist, svo ég taki það fram, við erum náttúrulega saman í hópi sem hittist í Hvalfirði og njótum frjálsra ásta og fáum okkur kakó í og dýfum okkur í vötn og svona með hvað heitir þetta nú aftur, tantrahringurinn sem að við hittumst einu sinni í mánuði, þannig að svo það komi nú fram líka. En við erum að fara að tala samfaratíðni og það er að sjálfsögðu Lilja Alfreðsdóttir eins og sést fyrir þá sem eru að horfa að hún er að benda á það að það sé ákveðið orsakasamhengi milli 4G
og samfara tíðni og fæðingatíðni sem náttúrulega samofin fyrirbæri en hún hefur miklar það vill svo til allavega í flestum tilvikum, það til alls konar úrræði í þessu en hún sem sagt mætti, ég ætla ekki að spila úr þessu, hún sem sagt benti á það að þau svæði sem að fengu 4G samband og væru líklegri til þess að sjá lækkandi fæðingatíðni og bendir hún á það að þetta séu þá líklega samfélagsmiðlar að einhverju leyti og aðri þættir og ég hef reynda rætt þetta sko að núna til dæmis þegar maður skoðar töluleg gögn það hversu mikið ungi krakkar eru sem sagt að stunda samfarir og þá þetta samofin fyrirbæri og það svo skrítið að það var það samfélagsbreyting svona upp úr 2010 sem að var þannig úr garði gerð að krakkar eru núna 7-9 klukkustundir að meðaltali í vestrænum ríkjum í símanum eða með skjátíma og það hreint ótrúlegt að hugsa til þess að þetta sé sem að breytist svo mikið í okkar samfélagsgerð því við erum alltaf að tala vinnumarkaðinn og að vinna minna og hvað áhrif hefur það og styttingu vinnuvikunar en þegar fólk að eyða meiri tíma í skjánum heldur en að eyðir í vinnu að þá það bara einhvern veginn svona orðin hluti af eðlilegu lífi og við tölum aldrei þetta en mér var svolítið gott að Lilja væri að setja þetta á dagskrá hver eru þínar hugleiðingar að þessu? Ég hef þetta áhyggjur af þessu skjátíma en ég ekki viss að þetta hafi nokkuð með fæðingatíðni að gera Í alvörunni? Nei, samfarið þurfum ekki að taka langa tíma Það fyrir eftir hvernig spyrð Já, ég menna, það þarf ekki að gera það og ég held að menn finni nú alltaf tími í það og ég held að kynlíf eða samfæri fólks hafi nú ekki dregið neitt úr þeim, ég ekki viss það þrátt fyrir aukinn skjátíma. Ég held að þessi minkur á fæðingatíðni sé bara eiginlega vegna þess að við erum kannski orðin full sjálfmiðuð í öllu. Já. Við hugsaum meira sjálfmiðuð. Er það ekki samt beintengt þessu? Það gæti verið beintengt þessu en þetta auðvitað bara þannig að við erum alltaf að setja sjálf okkur í fyrsta sæti. Það fyrirhöfn, það vinna, eignast börn og koma börnum til manns. Þetta meira háttar og menn kannski bara eru ekki tilbúinir í það álag ofan í það að það dregur þá úr skjátíma fyrir eignast börn og þú getur ekki eins mikið verið að leika þér í tölvunni eða símanum og þarft að fara að sinna öðru. Ég held að þetta sé bara ekkert flóknar en það. Við erum bara okkur finnst þetta að vera álag eiga börn, fyrirhöfn, kostnaður og ég ætla bara að setja sjálfa mig í forgang. Já. Ég held að sé ekki flóknar en það. Nei, þetta var svona, ég veit ekki nákvæmlega hvenær það gerist, kannski upp úr aldamótum eða eitthvað, að þá, og sumir, þú veist kenna frjálshyggju þetta sem að mér finnst þetta að vera algjör della, en sumir halda það fram að við séum svona einstaklingsmiðuð út af þeirri svona samfélagsgerð sem að fylgdi nýfrjálshyggjunni sem að þeir samt sem áður líka segja hafi drepist í hruninu sko, þannig að það svona svolítið einkennilegar hugleiðingar þar, en að sko við horfum aldrei til þess hvers konar samfélag við ætlum að skilja eftir okkur. Þú nefnir eiginlega hverjum einasta þætti sem við tökum að þú sért svo glaður að þú sért bráðum að fara. Nei, ég meina, ég held þetta sé bara einhvern veginn svona ákveðið hugafar sem í gangi. Það að segja við hugsum alltaf daginn í dag. Ég ætla að skemmta mér, ég ætla að hafa skemmtilegt og ég ætla að geta að fara út á kvöldin, ég ætla að geta að vera í skjátímanum og ég ungur og ég ætla bara að leika mér sko. En af hverju erum við þá hægt að spyrja okkur bara spurningunum bara hvað ætlum við að skilja hérna eftir? Já, nei, svo hefur við áhyggjur eins og maturinn eins og loftslaginu eitthvað svona og ég segi alltaf að fólk þarf ekki að hafa áhyggjur loftslaginu ef það verður engin börn til, því þá verður engin til á endanum. Og þetta þetta ekki bara fínasta loftslagsaðgerð? Jú, en ég segi alltaf þetta unga fólk sko, hugsið aðeins sko, við lifum svo lengi núna sko, að þegar þú eldist og kannski komið til 40 og 50 og áttu engin börn og þá fyrir það að hugsa byrju, ég bara orðin einn sko, ég á enga fjölskyldu. Já, og það martröð. Það martröð sko, þannig að fólk, þetta allt eitthvað skammtíma hugsun og þetta hugsa til lengri tíma og svo, ég segi bara fólk sko, þegar eignast börn og verð með börnin og svo farðu barnabörnin og þá hugsaðu með þetta lífið
og þá ertu búin að mynda fjölskyldu og það er fjölskyldan sem stendur saman, fjölskyldan sem hjálpaði þú stendur illa og eitthvað er að. Fjölskyldan er bara algjört líkilatrið en svo eru allir orðnir einstæðingar. Já. Það gengur ekki. Nei, ég nefnilega sko, það er eitt í þessu líka sem að ég hef verið að huga, sem að er það hvernig, sko, við höfum mótað samfélagið náttúrulega á ýmsa vegu, en að við höfum einhvern veginn komist að þeirri niðurstöðu, sko, að við erum líka alltaf að aðlaga okkur að þessum nýja veruleika, bara eins og með skipulagsmál og áherslur í húsnæðisuppbyggingu. Ég vil með gagnrýnt það til dæmis að við erum rosalega mikið að það er svo mikið af fólki sem vill bara búa eitt og þar alveg eigum við að vera einbeita okkur að því að aðlaga okkur að þeim veruleika með því að byggja 40 fermetra íbúðir. Og ég er svona, já, ég er alveg sammála því í grunninn að við eigum að vera einbeita okkur að því að vera meira með aðstæður þar sem að fólk er aðlaga, markaðurinn sé aðlaga sig að þeirra þörfum. En í einhvern veginn, það er líka stórkostleg uppgjöf gagnvart bara svona ákveðinni bara svona dauða samfélagsgerð. Já, þetta er svolítið þannig og ég veit ekki hvert Vesturlönd er að fara í þessu og einhvern veginn hafa líka svolítið fjölskyldu gildin svona hörfað undan þessu öllu saman og eins og ég segi, við erum bara að hugsa einhvern veginn sjálf okkur í núinu. Já, við ræðum þetta náttúrulega mikið í Hvalfirðinum þegar við hittumst að svona, þú veist, þegar eitthvað fólk er að gagnrýna okkur þá kemur þú alltaf fram og segir, þú veist, hver er þú að dæma mig það hvernig ég vil lifa mínu lífi? Já, nei, ég sé alltaf fólk, ég ætla ekki að skipta með neitt að eitthvað lífi, sko. En ef þú þykist alltaf að vera að hugsa framtíðina og þú verður áhugjur á loftslaginu og alltaf að hugsa framtíðina, þá er börnin framtíðin, sko. Já. Já, þetta er svolítið sérkennilegt allt, sko. Ég held líka að þetta byggir á svona ákveðnum sérkennilegum hugleggingum hvað ég var að segja, svona samfélagsáherslur. Það er eins og þú varst að segja, sko, þú veist, þegar kom upp einhver mál, sko, það fer í svona 900. skipti eitthvað úrskeiðis og fólk kemur hryllilega fram við hvort annað í Miðausturlöndum. Það var einhvern veginn, sko, já, ég ætla að einbeita mér að því að alfarið þetta verði hluti af mínu lífi. Eða loftslagið, í stað þess að fara í efnafræði og reyna að sækja fram í einhverjum úrlausnum í batterígerð eða eitthvað þannig til þess að takast á við það. Nei, við ætlum að fara á Austurvöll með einhver svona einföld skilaboð og öskra í 7 tíma og það er skynsamleg leið með góðum afrakstri það hvernig bæta með heiminn. Þetta fólk hefur aldrei bætt heiminn og mun aldrei bæta heiminn. Hvað? Flóknar en það? Nei, en þetta náttúrulega kemur líka inn á eitthvað sem við erum að fara að ræða á eftir í sambandi við svona kerfisbundna hluti. En tökum næsta frétt. Þetta er af MBL og hér er verið að tala sem sagt, vanda Icelandair og ég ætla ekki að tala Icelandair sérstaklega út af því að ég hef ekki tekvað það mikla þekkingu á deilunum þannig. En það er aftur á móti verið að benda á það að þetta sé hluti af stærri áhyggjum varðar atvinnulífi í heild. Og stendur að vandi Icelandair mögulega birtingamenn þess að atvinnulífi sé komið úr jafnvægi. Og þetta er Jóhannes Þór Skúlason, Ragnar Már Gunnarsson, hagfræðingur og Bjarni Benediktsson sem að sjálfsögðu hjá samtökum atvinnulífsins. Ég kannast eitthvað á hann. Það ekki. En þeir eru að benda á það að þessu svona verðmæti tengingar eins og Jóhannes bendir á í deilunni að tekist á þætti sem geti haft verulega áhrif á samkeppnishæfni Icelandair að markaði þar sem önnur flugfélög njóta góðs af lægri launakostnaði og stundum mun lægri. Og þeir eru að benda á þessari grein að þetta sé ekki bara tengt við ferðaþjónustuna heldur sé þetta ákveðin svona vísbending það hvar hagkerfið stendur í heild. Já, hvert það stefnir, sko, aðalega. Já, þróunina. Já, ég held að sé nánast að fara af jafnvægi í atvinnulífi og það ræðist miklu að því, finnst mér, að það er svo sterk einhvern veginn andúð gagnvart atvinnulífi. Já. Það er að segja, menn sko, líta á þetta sem svona einhvers konar
óvinni sem að hafa af okkur sko. Fyrirtækja eigendur og almenningur. Fyrirtækja eigendur eru hinir vondu, þeir sem taka áhættu og eru að reyna að basla við eitthvað og allur þeirra hagnaður og arður er á okkar kostnað. Sko, maður fann þetta svolítið í Reykjavík sko, því ég fór í kosningabaráttunni og var að fylgjast með svona hvað við gerst sko. Það er alltaf verið að reyna að setja stein í götu atvinnulífsins með einum öðrum hætti og helst að losna við það. Maður finnur við sérstakann pirring á meirihlutanum sem var í Reykjavíkurborg að andu og ferðaþjónustu. Ferðamenn voru bara fyrir þeim, pirraðu þessi skip og allir þetta og við viljum bara losna við á borginu og við viljum bara hafa einhver svona kaffihús við getum farið inn og eitthvað svona tónlistar viðburði og eitthvað og þetta er svona hugarfar sem er mjög ríkt í fólki. Þú sér þetta hugarfar gagnvart sjávarútveginum, þetta er nú allt á kostnað okkur, það er verið að hafa af okkur, það er verið að stela af okkur og menn sjá ekki hvað skiptir máli, hvað öflug fyrirtæki eru mikilvæg þjóðinni og sem leiðir til aukinna fjárfestinga, nýsköpun og svona og Fjárfestingi óskyldum rekstri og fasismin sem fylgir því. Já, öll þessi umræða og maður finnur heyrir ráð þeirra að tala íslenskt atvinnulíf niður allan heim og þannig er þetta búið að vera alveg ótrúlega hvað menn tala Ísland niður og íslenskt atvinnulíf niður og maður sé forystumenn í verkalýðshreyfingu gera þetta líka og ég hugsa með mér hvert erum við komin? Er enginn átt að sé okkur við höfum svona gott? Að vegna þess að atvinnulíf hefur fengið að blómstra, fengið að tækifæri til að styrkja sig og svo er náttúrulega með gott samkeppniseftirlit sem alltaf er einhvern veginn sem ég held að hafi gert meiri skaða heldur en ávinning. Þeir reikna á sjálf að sé 250 milljarða hagnað fyrir íslensk samfélag. Já, þetta er allt þeir ákvæða leiði til þess að við þurfum að borga miklu meira fyrir sko enska boltan og alltaf þessar keppnir og allt þetta og þeir eru alltaf að horfa bara á innanlandsmarkað, við erum samkeppni við allan heiminn í þessu öllu saman. Það er ekki alltaf að menn að vísa ykkur að fákeppni, það er ekki fákeppni í þeim skilningi. Við erum bara í samkeppni með allan heiminn. Það er innflutningur í frjálsjörna og tollar og vörugjöld meira menn að fallið niður nema bara ákveðnum vörum. Þú ert bara í samkeppni við heiminn, svo bara er alltaf einhverjir gamlir sósíalista fastir í þessu samkeppniseftirliti, ég mætti halda. Þetta er alltaf einhvern veginn íþyngja, það verður alltaf að setja reglur og fleiri reglur og meira svo gullhúðum þar til þess að íþyngja atvinnulífinu meira og meira og svo skiljum við ekkert í það er bara allt komið og jafnvægi í atvinnulífinu. Þetta er enda eitt af svona sérkennilegasta sem að ég séð sérstaklega í íslenskri umræðu er að aukin regluvæðing sé einhvern veginn sko hagnaður fyrir almenning. Því að strax svo það er sett einhver svona nýja reglur eða grípa þetta og það er aldrei tekna niður reglur sem að við erum meðal hans að fara að ræða eftir. Það er aldrei sagt sko, og þetta er svolítið náttúrulega vandi ESB sem þeir eru náttúrulega búin að viðurkenna að það er aldrei, sko, reglur eru aldrei teknar út. Það eru sett nýja reglur til þess að bregðast við afleiðingum þess að reglur voru settar til að byrja með. Og við tengjum náttúrulega ekkert við samkeppnisstöðu, en það sem er verra er að ég man það bara þegar ég ætlaði að fara í lítinn rekstur á sínum tíma í samfloti við smáruverslanir að það var bara endalaust úr þetta þarf að vera svansvotta og þú þarft að borga toll og þú þarft að passa þetta sé regla og þú þarft að passa þessa merkinga sé á bökunum og ég er ekkert að segja eitthvað neina að við séum að fara að flytja inn eitraðar barnavörur eða eitthvað hannig en ég er bara að segja að við erum komin svo langt í átt að einhverju svona öryggi sem er náttúrulega og eitthvað sem við lærðum ekki af George Orwell sem er að þessi öryggisvæðing er náttúrulega upphaf ofríkis. Auðvitað, ég var nú einhvern veginn að skrifa pistil þann daginn, gerði nokkað grín að þessu og kallaði þetta kveikjar því ég var grein Halldórs Armand í Mokkanum og auðvitað gerði ég þetta aukakendara heldur að íki þetta mjög alls saman en það er auðvitað bara þannig að réttlætingin fyrir einhverjum svona regluverki er að við erum að gera eitthvað fyrir almenning oftast bara einhver mannréttindi þeirra en það er enginn að skoða hvaða afleiðingar hefur þetta á samkeppnisstöðu atvinnulífsins, hvað gerist? Evrópa eru þetta að vakna við þetta núna. Atvinnulíf í Evrópa bara, við erum búin að tapa. Já. Og nú erum menn saman það við verðum að snúa sig við. Kansleri Þýskalands tala þannig og fleiri tala þannig að nú verðum að gera eitthvað. En það er bara hægt að þetta gert. Þú er búin að búa til einhvern kerfi sem snýst orðið meira og minna sjálft sig.
og svo bara vísaðu þau í öryggi, mannréttindið eitthvað til að rétta þessar reglur. Og svo bara gerist þetta hægt og rólega, veist, og allt í hennu bara vöknum við upp í vondan draum, við erum búin að tapa baráttunni. Ég var með Birnu Ósk Einarsdóttur sem núna forstjóri húsasmiðjunar. Við vorum að ræða verunar hjá APM Terminals sem sagt dótturfélag held ég undir Maersk. Já. Og hún var að segja með það að þrátt fyrir það að vera evrópskt félag að þá væri staðan orðin sú að APM Terminals gætu ekki réttlætt að byggja hafnir í Evrópu einfaldlega út af hagvöxtur og hagvaxtarhorfur væru orðnar þannig að það myndi ekki borga sig. Nei, það fjárfestur ekki. Og þau eru að fjárfesta í Nígeríu og út allan heim og þau segja bara, við erum bara komin á þann stað að við getum ekki réttlætt það að fara í það að fjárfesta þarna. Og sko og hún alltaf tók ekki afstöðu til ESB. Nei, en á sama tíma erum við að reyna að fara inn í ESB sko, Íslands stjórnvöld sko. Já, og þetta einmitt sko, þú veist, neyjararnir fara oft, ég er búin að segja þetta svo oft, en neyjararnir fara oft í meiri töðunana menn heldur en jávararnir sko. Og það segja bara allt ómögulegt og ég nei, þú veist, það ekki allt ómögulegt, en hins vegar bara grunn forsendan svo, bara, þeir segjast vera með regluverkjana sem að ekki að fara verða þeim til velfarnaðar til lengri tíma litið. Þeir segjast að þurfa að bæta úr því en þeir ætla að bæta úr því með því að auka við regluverkið og ég segi ok, gott og vel. Það er á reiki hversu mikið af reglunum við erum að fara að taka en aftur á móti þá spurningin svo regluverk það eins og ég veit ekki hvað samlingu ég ætti að nota bara ef að ég að kaupa húsnæði þar sem að fasteignaverð að lækka myndi ég hoppa þá inn á þann markað myndi ég segja við sjálf mig já núna er tækifærið til þess að fara þarna inn þrátt fyrir það og við erum að taka inn við veit ekki það eru reiki 15-20% af því regluverki og við segjum að regluverk sem að þeir segja sjálfur sé að drepa að við ætlum að sækjast eftir því að fá það regluverk að fullu hingað. Ég komið að segja þetta væri galið sko. Nei, ekki við. Nei, það sem bara mér finnst skrítið kringum þetta kosningar. Þetta farið frá mér. Nei, það er ekki kaffi. Já, ok. Nei, það sem, já, allt í lagi, róaði þig. Sko, þegar við erum að fara inn í þetta núna og ætlum að þá sko verða menn auðvitað bara átta sig á því. Hélst þetta væri svona eins og vindreismálið að það veri einhverju rúvar að fara að koma. Já, ég leið þannig. Allavega, þú varst bara að pipaði mér með að fara svona burtu. Ég bregði náttúrulega alltaf svo mikið. Já, en ég menna sko, gott og vel, ég ger enga atvinnslu það í sjálfu sér að menn telji það að fara í þetta batteri vilji það og þá er hann bara að segja það en það sko, er svo skrítið að menn er að fara í svona vegferð ætla að fara að semja eitthvað svona hafi ekki meirhluta þingsins á bakvið sig það er bara Þorgerður Katrín og svona Kristrún með hálfum hug og við flokkur fólksins ekki fara í svona við eitthvað viðræður að fara inn og taka þetta alls saman upp og þetta er bara svo dauðadæmt í mínum huga þannig að menn verða bara að átta sig á að þeir eru að kjósa núna í ágúst að þeir eru að kjósa að fara inn því að þetta allar hún að gera fá einhverja niðurstöðu það og setja fyrir þjóðina og maður tekur eftir einu sko þegar við ætlum að tala um það að við ætlum nú að halda auðlindunum og það er alveg forsenda fyrir þessu öllu saman og svo hlustaði maður umræða núna þá segja þeir sko já sko við ætlum að sko hafa stjórn á fiskveiðum í meginatriðum já það var svolítið merkilegt orð að því við vitaðu þetta það verður ekki þannig að við höfum full umráð það verður aldrei þannig samling við vita það en svo mun undan Þorgerður leggja fyrir okkur eitthvað sem segir herri já við fáum nú áfram að veiða okkar fisk sko út af bara þessari hlutarseglu og allt það en við þurfum ekki að hafa áhyggjur sko en þetta er ekki svona einfalt sko.
þú ert bara að fara undir regluverkið þeirra og þú ert auðvitað að missa yfir auðlindunum en það sem ég finnst bara og mér finnst alltaf að menn bara hafa þá skoðun það mun samt borga sig fyrir okkur þó að þeir stjórni auðlindum okkar það mun samt verða til hagsbóta segi það þá bara við fólki í landinu við teljum þetta bara betra og rökstyðið það í staðin fyrir að vera eitthvað svona hálkák og haldaði fram að við séum að hafa yfir áðin og eitthvað svona í raun og eitthvað svona það verður auðvitað ekki þannig og það er svo ömurlegt að fara eitthvað svona samtal hafa ekki sko pólitíska meirhluta bakvið sig og hefur ekki einu sinni þjóðina bakvið þig og þú ert að fara inn á sama tíma og þetta samband alveg nánast í mólum og búin að átta að segja sjálf við þurfum að breyta öllu hér og þá erum við að fara inn sko. Með öllum fátækulöndunum í Evrópu og mér finnst það bara einhvern veginn þannig að kjósendur þurfa bara átta að segja á því að þau eru ekkert að kjósa að kíkja í eitthvað þau eru að kjósa það að fara í aðildarviðræður sem kallar á aðlögun og menn getur síðan haldið sem þið getur síðan bara undið ofan að því að við förum ekki inn þetta gerist ekki það Nei, en þau eru líka hægt að segja það að við séum að kíkja í pakkan við erum bara að fara í harðar samningaviðræður og ég hugsa alltaf með mér sko út af því að það er líka eins það sem ég líka finnst skrítið út frá þeirra forsendum sko að þau segja við erum að fara að kíkja í pakkan og við ætlum að vera grjóthörð í þessum samningaviðræðum en ég hugsa alltaf með mér sko ef við varum að fara að vera grjóthörð í samningaviðræðum myndum við ekki alltaf þá segja bara, við ætlum að krefjast fullkomnar undanþágu frá reglum til frambúðar. Þá komum við að samningsborðinu, í fyrsta lagi myndu náttúrulega samningaviðræður vera töluvert auðveldari, en í öðru lagi þá værum við líka að horfa upp á það, góður, þá værum við líka að horfa upp á það að sko, að við værum með blessið þig, að þá væri samningsstað okkar töluvert sterkari ef að samningsaðili kemur á borðinu og segir ég ætla að fá þetta að þá er það töluvert sterkari staða heldur en að segja einmitt sko, ég er svona dálítið frjáls í þessu og ég til í hvað sem þannig að okkur erum við ekki að styrkja ef að sko Evrópusambandið spennt fyrir þessu og raun ber vitni og þau segja að við ætlum ekki að gefa eftir auðlindir okkar af hverju væri það ekki bara fyrsta forsendun að segja það strax? Þeir vita það ekki hægt og þess að segja meginatriðum. Þannig að meginatriðum að við getum áfram stjórna hér eða fáum að veiða fiskinn hér sko. Já, ég eins og ég segja, við erum náttúrulega að horfa á þetta svona svolítið eitt skot í byssunni sem að ekki gott heldur fyrir okkar samningsstöðu en ég horfa þessu og ég ekkert eitthvað alveg ég tel að til dæmis út af því að það er ég held að það veri Pavel frekar en einhver annar sem að sagði að það hefði verið varanlegar undanþágur eitthvað kringum 96 eða eitthvað þegar einhver fór inn og ég hugsaði með mér ef að það voru varanlegar undanþágur fyrir 30 árum þá getur það en Evrópusambandið hefur breyst töluvert en af hverju erum við ekki að koma svona kokhraust að þessu og segjum þetta bara við viljum bara varanlegar undanþágur og þá eru bæði sko betra fyrir viðreisn að ganga í þetta en líka við sem Ísland betur til þess fallin að fá okkar fram sko þeir fara ekki við þetta þannig vegna þess að vita að þá verða við þetta mjög stuttar þá er þetta bara dögt dæmi sko. Heldur það? Ja, algjörlega Heldur það sé bara ekki séns það ekki séns en það sambandi byggt þannig upp það ekki hægt, þá þetta ekki lengur Evrópusambandi þetta bara ekki hægt og menn bara að horfast í augu þess að segja sko, við erum að semja við það að hlutafsregla verður áfram einhvern veginn og við því það við svona fáið eitthvað að veið þetta en í grunninn ertu undir regluverkið þeirra og það mun ekkert breytast því þá þetta ekki Evrópusambandi lengur en það trufla mjög mest við þessa umræðu maður sér að mörgum þau sem vilja fara inn að tala þetta að við séum bara móti ykkur alþjóðlegu samstarfi og þetta sé bara hluta því að vera í alþjóðlegu samstarfi bara eins og að fara í NATO og Evrópuráð eitthvað svona nei, þetta allt öðruvísi hitt bara einhverjir samningar svona alþjóðlegu samningar sem við erum í tugum slíkra samninga með einhvern samstarf þetta allt annað, þarna ertu að framselja ríkisvaldið þetta ekki bara einhver samningur svona alþjóðlegu samstarf þú ert að framselja löggjafarvald, dómsvald og framkvæmdarvald á stórum hluta til
embættismanna út í Brussel Já, og Evrópusambandsins og það ekkert venjulegur samningur einhvern samstarf. Þetta menn að leggja á borði fyrir okkur kjósendur. Já, það móti alþjóðs, þetta bara hluta því að vera í samstarfi við löndin. Þetta miklu meira og þetta allt öðru sinni samningur. Löggjafinn við höfum ennþá löggjafald, sko. Já, ennþá. Já. Ég nefnilega, sko, það eitt í þessu líka sem að mér finnst svolítið áhugavert, sko, að tala hérna, við erum ekki að gefa frá okkur fullveldið, við erum að deila því. Og ég hugsa alltaf svona út í svona forræðisdeilur og eitthvað þannig. Ef ég að sækja fullt forræði út af því að maki minn ekki hérna með allar, kannski meina að lausa skrúfu eða eitthvað, að ef ég tapa þeirri deilu, að þá ég ekki með fullt forræði lengur. Þá ég að deila forræði, sem að þýðir það að ég sé ekki með fullt forræði. Nei, þú ekkert að deila, þú bara að fela öðrum að setja fyrir reglurnar. Og menn geta reynt að reikna það út að það sé bara farsælt fyrir okkur efnaðslega til framtíðar eitthvað svoleiðis sem ég vissum ekki en allt í lagi. Menn geta haldið því fram en reyndu ekki að halda því fram að þú sért ekki að því. Þú ert að því og þú ert að fela öðrum þetta vald sem við vorum að berjast við á annað 100 ár, sko. Að fá, sko. Já. Og hvað gefur mér ástæðu til að álykta það á þessum tíma að það gæti verið hagstæðara fyrir okkur út frá hverju að vera í þessu kompani. Ég spyr og rökstyði það fyrir mér kjósandanum. Akkur ætti að vera betra? Ég sko, já, eins og ég segi það, ég mjög hlindur alþjóðstarf og ég meira þess að hef, eins og ég hef sagt svo aftur, sko, ég bara til að það gæti verið fýsilegt að vera í einhverjum samstarfi en það byggjast á þeim grunnforsendum sem að voru í upphafi, sem að voru einmitt bara straumlínulögun og bara svona grunnhugmyndir stál- og kolbandalagsins það að það ætti að vera straumlínulögun og ákveðin svona tollvernd á víðara svæði. Já, það bara samningur um viðskipti sem gagnast öllum og ég meina, en þú framselur ekki sko löggjafarvaldið eða dómsvaldið eða framkvæmdarvaldið þú getur auðvitað kannski haft einhverja úrskurðarnefndir ákveðin sem verður í kringu slíka samninga en það að bara fela öðrum löggjafarvaldið í slíku samstarfi frekarna ég vil bara sjá samstarf, alþjóðlega samstarf fullvalda ríkja og til þess að ná einhverju hagræði, einhverju hagkvæmni fyrir land og þjóð og alla sem í slíku samningi. Ég allur þar og Sjálfstæðisflokkurinn alltaf verið allur þar og veit alveg mikilvægi alþjóðlega samstarf, fríverslun og svo framvegis sem menn hafa verið að berjast fyrir í Sjálfstæðisflokknum alla tíð mjög mikilvægt og menn að sjá sameiginlega hagsmuni í þessi lönd í staðinn fyrir að búa til einhvern bákn sem ætlar að stjórna öllu löndum. Já, það margt í þessu en margt í þessu, sko. Við ætlum að fara aftur yfir í horfurnar og ég byrti nú þetta á Twitter, þetta var sem sagt eitthvað sem kom fram í gær og þetta var bara vísi, ég veit ekki hvort þeir hafi stilt þessu svona upp óvart eða hvernig sem það en það hópuppsögn hjá Rapid á Íslandi helmingur Atlanta, seldur úr landi uppsögnin hjá Bláa lóninu og svo Skúli Mogensen sem segir vandi Æslandi djúpstæðir en samningar flugmanna. Við erum á skrýtnum stað, Brynjar. Já, þið bara kusuðu þetta yfir ykkur. Hvernig, þú horfir svona vítt yfir. Hvað í gangi? Af hverju ekki staðan betri? Við erum búin að... Það að því við höfum ekki staðið lappirnar íslensk stjórnmálamenn. Við höfum gengið allt og langt í kauphækkunum. Við höfum ekki af pólitískum ástæðum ekki byggt húsnæði fyrir fólks sem eftirspurn eftir. Við höfum haft húsnæðisskort fyrir það fólk. Við höfum látið hækka verð út allt í þessu, haft áhrif á verðbólgu og vexti. Við hækkum gjöld á alla og við knýjum fram hærri laun heldur innistæði fyrir. Og svo skilur enginn í hvort svona, sko. Það gerist ekki að sjálfum sér, sko.
Nei, en þetta gerist á ykkar vakt Að hluti til gerist okkar vakt, já. að En menn hafa gert enn verra mót eftir að við hættum, sko. Nei, það En ég náttúrulega meina, þetta ekki bara ábyrgð stjórnmálamanna, þetta er ábyrgð atvinnulífsins, þetta er ábyrgð allra og þetta er ábyrgð sveitarstjórna en við höfum bara verið að flegi ferð á einhverju skammtíma hagsmunum okkar, keyra, sko, þetta er náttúrulega bara eins og Seðlabankastjóri sagði, þetta er bara fráleitar kaupækarnir sem myndu þetta koma í bakið okkur fyrir það síðan. Því þetta var ekki bara samið kaupækarn, heldur samið stórkostlið útgjöld ríkisvaldsins líka í þessu samningum. Og svo dettur mönnum það hefst í hug núna að binda bætur við vísitöluna og maður hugsa, maður bara komin í einhvern geðveikra hæli, sko. Og mennina réttla þetta út um allt, sko, og ég sem ok, já, þetta er auðvitað bara, það þarf enginn að vera hissa á þessum fréttum í dag, bara enginn. Nei, þetta er ískyggilegt, svo ekki sem meira sagt, sko, og svo er náttúrulega þetta vinkla, sko, inn í allar þessar hópuppsagnir og fleira, þá er hægt að vinkla inn, sko, byggingamarkaðinn sem er líka veriðist ætla að fara í frost, alveg sama hvernig maður tala við, sko. Það er bara skipulagsmál Reykjavíkur sem ráða því mestu, sko. Já, heldur þú getur rétt úr kútnum þar? Svo tölum kannski aðeins það. Ég rétt að vona það. Þú lofaðir hérna, þegar við töluðum saman fyrir kosningar, að þið ætliðu að fara að taka á þessu lóðamálum, bara hillu bara. Já, auðvitað verður, sko, láttu markaðinn, byggingafyrirtæki vita alveg hvað það geta selt, sko. Nei, þá er bara sett einhverja ægilega forsendu, þú færði ekki að lóts að byggja og hérna nefna sér svona og þú verður við ætlum að fá hérna fyrir félagslega húsnæðinu, þannig að þú verður bara að hækka á aðra, svo skilja menn ekki í því okkur verðbólga að hækka. Svo bara eignir sem eftirbundnir eftir, þær eru ekki byggðar. Fólk getur ekki keypt þess á þessu dýru lóðum. Þetta er svo rógdýrt og menn eru að nota þessar lóði sem auðvitað tekjuöflun. Kannski að hlut til vegna þess að ríkisvaldið eða löggjafinn alltaf setja einhverja reglu sem kalla útgjöld sveitarfélagana. Þetta er algjörlega í mínum huga einhvern veginn komið út í skurð og það verðist enginn ætlar að taka neina ábyrgð. Talaði við verkfræðisforingja, nei, við tökum enga ábyrgð. Talaði við stjórnmálamenn, nei, við tökum enga ábyrgð. Við borgarstjórnarmenn, nei, það er allt einhvern veginn öðrum að kenna. En þetta er bara öllum að kenna, sko. Já, ég hef reynt að benda á þetta. Ég á eftir að rýna betur í tölunum, ég ætla ekki að tala frjálslega um þetta. Jú, ég ætla að gera það. En sko, það er eitthvað skrítið í gangi í þeim svona verkefnum sem að verkalýðsfélögunum hefur verið úthlutað. Það er eitthvað stór undarlegt í gangi varðar það hvernig þetta er fjármagnað og hvernig þetta er keyrt áfram. Út af því að maður er að skoða ársreikninga þeirra fyrirtækja sem að Bjarg hefur meðal annars verið að sýsla við og það er einhver, sko, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þig, sko, þú veist, þeir eru alltaf að sko hampa sér fyrir það að lífeyrissjóðirnir séu að koma þarna inn og þeir þurfa þá náttúrulega ekki að borga fjármagnstekjuskatt eða fyrir ekki fjármagnsskatt af hérna því fé sem fá í uppbyggingu á meðan aðri verktaka þurfa að gera það og hrósa sjálfum sér svo fyrir það að vera með lægra verð sem þá einhver en þá, þú veist, og það er einhver niðurgreidd tilvist það að náttúrulega borgarar þessa lands eiga að vera eign ríkisins út af því að það á festaðin á leigumarkaði en þegar eignir sem þær selja þær þurfa að vera fyrir ákveðna hópa og ákveðnum kjörum þannig að það er óhagstætt að safna sér fyrir íbúð og við teljum bara svona, já, þetta er örugglega leiðin og svo er bara búið að riðla verðskinni fólks svo mikið að það skilur ekki á hverju fasteignaverð hækkar út af því að það er búið að takmarka náttúrulega aðgang fólks að því svo snýr umræðan alltaf því það er Kastljós, hver fáum við? Jú, við ætlum að fá verkalýðsforingja til þess að tala húsnæðismarkaðinn. Þetta er bara alveg gali, sko. Ég var dekkir í þunglindar hlusta á þau. En þetta er, þú veist, en þetta er staðreyndir, sko. Ég veit það. Og þetta bara, fólk bara alveg, já, þetta er bara fólk sem er að gera eitthvað, þau eru að rætta með húsnæði. Þau eru bara eyðileggja húsnæðismarkað og þessi borgarsjóð sem hefur verið, þetta fólk hugsar ekkit fram í tíman, hvað skiptir máli, hvað vilji borgarbú náttúrulega eignastegi húsnæði, þú ætti bara útbúa hagstætt á lágu verði
lóðir sem byggt fyrir því sem markaður fyrir og allir sem eru bara á vinnumarkaði geti keypt sér húsnæði við hæfi, þeir sem eru ekki á vinnumarkaði eru ykkur félagslegu kerfi. Nei, nú búið að raska þessu öllu, auka verðbókuna, hækka vexti og venjulegt fólk sem jafnvel með meðaltekjur getur ekki keypt yfir sig nema þá vera í þessu verkefnisfélagi eða vera inn í bjargi og leigja til eilíðar. Sem örugglega ólöglegt sko þegar þetta er gott. Þetta örugglega allt saman ólöglegt. Ég nokkuð viss það, en ok, þetta er bara gert og það er notaður peningar almennings til að gera þetta og á síðan kostnað þess líka að það er hækkað allt verð. Já, og þetta var eitt af það sem að mér þótti svona skrýtnast því að núna, ég veit ekki, það eru leigjendasamtökin og fleiri hafa verið taka saman tölur það að þeir sem eru á leigumarkaði vilja ekki vera þar, þeir vilja eignast sitt eigið húsnæði. Þetta viltu það, þetta er bara líka mikilvægt mál fyrir þú eldist að þú hafið þó eitthvað lífeyrissjóð í því. Og bara félagslegu þroski líka, að þú þurfur að takast á við það verkefni, að hlúa að eigin húsnæði. En það sem að mér finnst alltaf skrýtnast, sérstaklega í þessari kosningabaráttu, var að það væri svo mikilvægt og það voru margir svona sérstaklega á vinstri vængnum og væri svo mikilvægt að auka við félagslegt húsnæði og óhagnaðardrifin leigufélög sem eru náttúrulega ekki til út af því að allir eru að hagnast á þessu nema einhverjir sem að vilja klappa sér á baki fyrir það að vera góðar manneskjur á 2 milljónum á mánuði. En það var stórundalegt að þegar þau viðurkenndu það að fæstir vildu vera á leigumarkaði og þeir væru náttúrulega í svo miklu ofbeldissambandi við leigusalan og fleira að nei, sko, við ætlum samt að auka við hlutdeild ég ætla að hætta að tala þessa orðvili, sko. Hagnaðardrifins leigufélaga og við ætlum að vera að auka við þau þegar það er engin eftirspurn eftir. Nei, en svo voru átt á því þessi leigufélög, sko, þau hafa nú tilfengs að lenda í miklu hremmingum fyrir það síðan, sko. Núna þegar allt orðið meira atvinnuleysi, hærri vextur og verðbólga, þá hækkar leigu greiðslur til þess að fólk sem er að leigja þetta, sko. En það hefur ekki ráð á því, sko. Vegna þess að það er vistulega minni vinna og allur kostnaður kring þetta hækkar og hvað gerist þá? Þessi félög fara á hausinn, sko, vandanum, sko. Já, en mér er nokk sama félögin per se, sko. Mér er alveg samluðu líka. Já, við erum náttúrulega höttum fyrirtækin, sko. Við tölum fyrir hagsmunum almennings í andstöðu við fyrirtækin auðvitað. En það sem er sérstætt í þessu bara er að, og ég myndi að Sigurður Stefánsson er búinn að nefna þetta, hann er náttúrulega að stýra þróunarfélagi Kópavogi, Aflvaki, ef ég er að mynda rétt, en og hann er búinn að benda það að, þú veist, við erum að kasta unga fólkinu í rauninni fyrir ljónin, sko. Það er alltaf verið að því. Já, og þau jafnvel og þau sannfærðu það að þetta sé þeim til hagsbóta, sko. Já. En þetta er pólitísk hugmyndafræði vinstrinsins sem er orðið ofan á. Það er að stjórna borgin í 30 ár. Þeir eru að vera stór þáttakandi í ríkisstjórn og eru það núna. Þetta getur bara ekki denda vel, Þórarinn minn. Nei, Brynjar en núna ert þú, Brynjar í meirihluta. Þú ert í kjörað aðstöðu til að laga að hluta til, ég er ekki ríkisstjórn. Nei, ok, en það er ekkert sem þið getið sagt núna í kjölfarið í sambandi við skipulagsmál Reykjavíkurborgar ef að þú kemur hérna eftir 2 ár og þetta er farið í verri farveg að þá er það alfarið, ég reyndar held að þú veist, út af því að hvað var að segja, skildir eða óskildir þættir eru líka náttúrulega fyrir hendi. Já, ef það er bara niðursveifla í atvinnulífinu, veist, þá verður enginn, gerum við ekki einhverju snilldarbrögð, sko. Nei. Ef fólk hefur ekki vinnu, eða fjölgar þannig að menn hafa ekki vinnu, vextirnir halda áfram að hækka á verðbólgan og atvinnulífið hættir að fjárfesta vegna eilífra álaga og vesen. Þá ger ég ekki kraft og ekki Reykjavík, sko. Nei, en ekki bara afsakaði fyrirfram hérna. Nei, ég er bara að segja það að þetta snýst allt í grunninn öflugt atvinnulíf. Ef það verður niðursveifla í því, þá verður niðursveifla í öllu. Það er bara það sem ég er að segja. Ég breyti því ekki sem borgarfulltrúi, sko. En við þurfum öll að taka okkur saman og ekki síst aðeila vinnumarkaðarins
að vera við höfum aldrei ná þessu salegdæmi af því að menn hafa ekki vilja, menn ætla að knýja eitthvað meira að þau eru aðstöðu til þess. Við erum með launahæsta fólkið, stór skaða ferðaþjónustuna og taka enga ábyrgð, sko. Nei. Þetta fyrirkomulag getur ekki enda vel. Og menn alltaf bara hafa öll völdin í höndum, þau geta stoppað samfélagið. Og stjórnmálið þora aldrei auðvitað bara að segja, heyrðu, nei, við látum ekki bjóða okkur og sendum bara lög strax. Menn þora það aldrei. Nei. Það er fyrst búið til alveg stórkostlegt tjón fyrir allt og alla áður en gripið til slíkra úrræða. Og verkefnishreyfingin hefur aldrei verið tilbúin að horfast á við raunveruleikann. Við getum ekki hækka laun umfram gengi útlýsingreina. Aldrei hægt. Við erum bara í eilífum verkvöldum. Opinberir starfsmenn loka öllu, svo hafa þeir fengið meira en allir aðrir. Oftast út bara einhverju réttlætismálum. Mannréttindi og svo hækkuðu laun einhverju opinberra starfsmanna og borgarstarfsmanna alveg stórkostlega síðasta ári. Gleymdum að reikna með því að bara lífeyrisgreiðslum jukust 10 milljarða eða eitthvað. Já, er þetta ekki bara að segja að þetta bara, það er svo fólk sé bara ekki tengt við veruleikann. Erum við ekki bara með, hvað ég var að segja, táning á heimilinu sem stíflaður og frekju? Svolítið þannig, já. Þeir eru víða þessi táningar, sko. Og ég menna menn bara, eina sem ég biður menn bara horfið í augum einhvern veruleika. Ekki bara hvað þeim finnst réttlátt fyrir sína, því það snýst alltaf afturendan á okkur sjálfum náttúrulega. Horfast í augum einhvern raunveruleika, en pólitíkin bara ekki þannig. Nei. Hvort sem hún í verkefnishreyfingu eða borgarstjórn eða ríkisstjórn, þetta bara fólk einhvern veginn sem ég myndi ekki eins og þess að senda út í búð fyrir mig, sko, þó að þið miða. En þá veldi ég fyrir mér, sko, við vinklum inn í umræðanar þennan borgarmeirihluta. Sko, Sigmundur Davíð, ég hef mikla trú á mínu manni. Hann hefur sagt að það er hægt að breyta þessu og ég man ekki hvort hann hafi verið á Gíslafreyju eða eitthvað í samtali. Hann sagði eitthvað áhugavert að það sem er búið svolítið að gerast í íslensku samfélagi er að kjósendur eru búin að missa trúna á því að eitthvað geti breyst og að stjórnmálamenn eins og með Miðflokkinn og fleiri eru bara tilbúnir til þess að ráðast á kerfið. Viðreisn er það ekki, Framsókn er það ekki, Sjálfstæðisflokkurinn segist vera það, er út frá þessum forsendum sem þú ert að tala ekki svolítið svona einkennilegt, og þá er ég ekki að tala um, sko, ég geri mig grein fyrir því að þegar ef ég væri Hildur, ég myndi sitja þessu samningsborði, ég var alltaf að fara að segja við alla, heyrðu, ég ætla að fá þetta, nú fáið þið að ráða því hvort að þið eru með eða ekki. Viðreisn og Framsókn er náttúrulega miklu auðveldari aðili í þessu. Ef ég ætla að fá öllu mínu fram þá er miklu auðveldara að segja, heyrðu, ég ætla bara að fá þetta og þið getið annarkvort verið með á blaði eða þá að ég fer bara með Miðflokknum og þau eru töluvert meðvirkari, þannig að ég bara gerir ráð fyrir því að þetta hafi endað þannig svona. En með þessu svona til lengri tíma litið og framtíðina og framtíð þá Sjálfstæðisflokksins sérstaklega er ekki svolítið skrítið að senda ekki þau skilaboð að þeir séu tilbúinir til þess að vinna með öflum eins og Sigmundi og Snorra sem eru tilbúinir til þess svolítið að svona setja hausinn í gegnum skaflinn gagnvart því kerfi sem að þú ert að gagnrýna hérna. Já, ég held að það sé mjög vont fyrir Sjálfstæðisflokkinn að fara með hinum að gera svona útiloka eitthvað niður Miðflokkinn. Miðflokkurinn má nú eiga það að hann hefur nú þorað að segja stund sem segja þar sem enginn annar hefur þorað að gera. Já, sem öllum finnst það, sko. Já, meir og minna, en sko, ég tek ekki þátt í reyndinu útilokun af fyrir á Miðflokkinn og þeir eru bara hróskilið fyrir margt sem þeir hafa gert og þetta öfgatal og þessi þvæla endalaust, þetta er alveg sama og gerðist bara á sínum tíma þegar norski framfaraflokkur var til, þá var þetta að byrja svona danski þjóðaflokkurinn og svo Meloni og allt þetta lið. Já, hattursöflin. Já, einhvern hattursöfl og hættuleg lýðræði og mannréttindum. Þetta fólk er búið að stjórna bæði á Ítalíu, Noregi og Danmörku og það er engin hætta. Þetta hafa menn einhvern veginn stressast yfir hérna á Íslandi
og nú á að fara einhverja leið að útiloka bara Miðflokki. Ég held að það sé bara vont og ekki síst fyrir Sjálfstæðisflokkinn að fara þá vegferð við hinnum flokkunum, sko. Nei, en þá kem ég aftur á spurningunni, sko, ekki svolítið sérkennilegt að þið séu að senda þau skilaboð að þetta sé eitthvað, þú veist? Nei, það ekki, við vorum ekki að því, að við vildum hafa með. Já, Skilurðu, en þau voru ekki að meðvirkir. Nei, hvorki hefur jafn meðvirkir neð það gekk bara ekki út af hinnum, en gott og vel, en alls ekki að fara einhver svona leið að útiloka. Þú getur verið ósamlega einhverjum áherslu atriði hjá þeim, eins og kannski ég og hluta einhverju. Eins og hvað? Ég finnst þér svona ekki alveg, sko, mér finnst þér ekki alveg nógu, sko, Atvinnulífsdrifnir. Ekki nógu atvinnulífsdrifnir, alveg sammála því, og þeir eru svolítið svona, það er svona, eins og danski þjóðflokkurinn og margir sem flokkar voru, þeir voru ekkit sérstaklega hægri sinnaðir, þeir á reyndi. En margt mjög gott í því, til dæmis með breytingar á kerfinu, þeir hafa nú þó sagt, sko, þessi stjórnsemi gagnvart atvinnulíf og öðrum séu nú mikil og allt það, þannig að maður getur tekið undir svo margt hjá þeim, en þeir þurfa líka svolítið að spila leikinn vel, þeir með ekki, sko, tala þannig allir aðri séu fífl, sko, og það, og auðmingjar og allt það vantar smá svona fáun í þá, sem held ég að hann sé að skaða það. Tökum þá eitt myndband sem að mér þótti svo litið áhugavert, sem að var svo sagt, þetta Brynjar Karl, hann var svo sagt í Bítinu í morgun í áhugaverðu viðtali og hann setur aðeins út á það hvernig Reykjavíkurborg hefur svona aðhafst. Þetta eru 4 mínútur sem að ég tók saman og ég ætla að leyfa þér að hlusta og ég ætla að sækja vatna með hann og þú hlustar á þetta og svo ætlum við að ræða þetta. Sko, hvað jafnaðarmennska? Þú veist, hvað velferðarsamfélag? Ég myndi halda að þetta myndi ganga sem sagt út á það að þegnar borgarinnar og veikustu raddirnar og yngstu krakkarnir að þau standi samhliða. Börnin mín sko, voru alveg upp í Garðabæ, þú veist, ég vil bara að þau fá sömu tækifæri og þar borgin með allt lóðrétt niður sig þegar kemur til dæmis að okkar málum og ef þú dirfist að fara þarna inn og benda á þessa hluti þá eru embættismennarna og pólitíkusar tilbúnir að refsa þér þannig að þeir komast upp með það. Refsaði hvernig fyrir ekki? Já, þeir með þæfingu, með því að svara þér ekki, með því að bara gera allt sem Vilja þeir þá ekki vita að þessu vandamáli? Það svona að segja? Sko, ég get ekki talað um það, ég ímynda með það að ég alltaf að velta fyrir mér. Hvernig hefur þetta verið fyrir þá sem hafa verið á undan? Að því að það eru margir sem koma að segja mig, já það bara svo erfitt að starfa með þér Brynjar, en þú bara guns blazing út allt. En fólk fattar það náttúrulega ekki að fyrstu 2-3 árin þá fórum við algjörlega diplomatiska leið, við vorum send sko til þess að gera hvað, til þess að bara það bara svona einföldust dæmin til dæmis að tala okkur vantar kennslustofu, ég hef alltaf haft heimalærdóm fyrir mína yngri leikmenn. Við erum með heimspekikennslu, karakterþjálfun, við erum komið með meistaraflokk sem í úrvalsdeild, við þurfum að halda vídeófundi, þú ert að halda utan um liðið fyrir utan völlin, við þurfum að geta tekið á móti krökkum sem að, ég veit ekki hvað það eru margar stelpur sem mæta þarna klukkan 3 á daginn og fá að hanga í íþróttahúsinu til 8, þú getur alveg ímyndaðir akkur sumir krakkar vil ekki fara heim og svo framvegis. Þetta og til dæmis aðfinna að stendur straum af öllum kostnaði. Það alveg sama hvort við þurfum að innrétta einhverja liftingaðstöð, hvort við þurfum að kaupa búninga, hvort að ég þarf að vera með ekstra mannskap, það fer með þessi lágu 20% sem ég með þarna inni, þá myndi ég segja að fer meiri tími í einn þannig krakka heldur en því að þjálfa heilt lið í Garðabæn. En Brynjar, áður en við hættum þessu, það eru 2 mínútur eftir, hvað þyrfti að gerast? Hvað myndur þú vilja sjá að gerast? Það þarf að reka nokkra embættismenn hér á Reykjavíkurborg og Ertu með á hreinu hverja það eru það eitthvað? Já, nei, en þeir sem Þú rekur ekki bara einhverja? Já, þeir sem við mætum, ég hugsa að þetta sé stærra bákn heldur en það, þú fær náttúrulega bara alltaf einhverja gatekeepera þegar þú mætir hérna
Ok, reka nokkur embættismenn. Já, og hérna svo náttúrulega var að koma sem sagt nýr meirihluti og hérna, og ég bara sko, ég hissa, ég hefði haldið að einhver til dæmis í Sjálfstæðisflokknum væri bara búin að hringja í mig og segja bara, heyrðu, bara so you know, það verður tekið á þessu, þetta brýnt. Þau eru kannski að byrja á því að kynna sér þetta aðeins. Þau vita allt þetta. Þetta eru tiltölulega margir nýju borgar. Já, þau vita allt þetta. Sjálfstæðisflokkurinn kom í heimsókn, Einar Þorsteins veit allt þetta, veit ekki með viðreisnina, Samfylkingin, þetta hefur ekkert farið fram hjá þeim og það er nefnilega málið, því að núna er ekki hægt að tala það að fólk veit ekki hvað er í gangi, en þess að vá hvað við erum búin að negla á þetta. En þessi listi sem við vorum að tala hérna, er hann að sýna þetta bara svart og hvítu? Vistu, ég hérna er búin að vera að tala við fólk sem eru hérna doktorar í tölfræði, þeir hafa sagt mér það að menntamálaráðuneytið gefur ekki upp í sér hágögn og það er líka eitt sem svo byrjar hann bara eitthvað blandað. En svona fyrstu viðbrögð? Ég held að sé bara margt til í þessu hjá hann, sko. Já, sko, það er svo magnað við hann að hérna, hann er náttúrulega búin að vera í þessum, þú veist, þola ekki orðið inngilding út af því hann náttúrulega bara della. En hann er búin að vera í þessu í lengri tíma og hann telur að Reykjavíkurborg sé helsta fyrirstaðan. Ætlið þið að taka á þessu? Ég á frekar von á því, já. Ég meina, ég er nú búinn að kannast við Brynjar lengi og ég hef hlustað á hann lengi, sko. Ég held sjálfur rétt hjá honum, hann reyndi nú að gera þetta svona með yfirvegum hætti byrjað með og nú finnst mönnum hann of aggressífur, sko. Já, hann er náttúrulega ekki allra, sko. Nei, hann truflar fólk en í grunninn held ég þetta sé margt til í þessu hjá honum og menn einhvern veginn hafa svolítið sofið á verðinum og hérna halda hlutni gerist bara sjálfur sér en hann verður nú að gefa okkur tækja að taka við áður við kannski förum í þetta hann er að tala sig ekki búið ríki í sig en ég held að þetta sé bara mjög áhugaverð sem hann er að segja þetta er alveg rétt, þetta sem hann segir að þetta skiptir að gefa tækifæri þetta er bara hann bara fer beint inn í kjarna sjálfstæðisstefnunnar allir eigi möguleika að fá tækifæri jöfn tækifæri ég held að það sé bara mikilvægt í lífinu ég veit hins vegar útkoma verður ekki alltaf þannig er lífið, hún er ekki alltaf jöfn en þannig er lífið en tækifæri verður fyrir hendi Já, þetta er samt líka sko út af því að nú hefur þú náttúrulega átt glæstan feril sem íþróttamaður en það sést það á holningunni Já, það verður aðeins fara hall á fæti, allt í lagi En hérna, ég er nefnilega pælt í þessu mikið út af því að maður þekkir þetta bara úr hnefaleikunum og Bretar leggja rosalega áherslu á þessi mál varðar það að taka til dæmis sérstaklega utan krakka sem að standa höllum fæti og þrífast kannski ekki vel innan skólakerfisins svona hefðbundna og bara hefðbundna leið og ég hef alltaf verið að pæla í þessu út frá svona þessum bresku forsendum að þeir gera sér alveg grein fyrir því að það er ekki einhver inngildandi fjölmenningar sérfræðingur sem að getur tekist á við þau verkefni sem að fylgir til dæmis þessum hópum og að vita allir hvað við erum að tala þegar við erum að tala Breiðholtið, við erum að tala unga innflytjendur og einhverja sem að eru sérstaklega að koma kannski og með annan menningabakgrunn og annað þess áttar að ég til að Reykjavíkurborg hafi verið svo litið eftir á Bretum til dæmis því að ég farið á mörg stórmót og það heitir maður mikið að Bretum og þetta er allt þessir krakkar allt, eða mjög mikið krakkar sem kom úr fátækrahverfum og annað en hérna erum við með einhvern veginn svona já, sko, ástæðan fyrir þessu og einmitt eins og hann nefnir í þessu viðtali ég náði ekki hvort að kom nákvæmlega fram hana að hann talar einmitt sko að þetta eru sko einhvern veginn þú veist að svo lengi sem við tölum ekki þessi vandamál að þá einhvern veginn erum við betur í stakk búin til þess að takast á við og út af því að það er svo hættulegt þegar að hatrið fer að sýslast þú veist ef við tölum bara lemmisum ég ræddaði núna í gær að í sambandi við fjölmenningu sem er bara eitthvað orð sem er bara kastað inn í umræðina að nú voru talibanar í gær einlega aftur barnahjónabönd það styrkur að vera meðvirk gagnvart því á Íslandi þyrftu að vera meira skilningsrík gagnvart
hjónaböndum barna og miðaldra karla, værum við sterkari fyrir vikið ef við værum með þá fjölbreytni inn í íslensku Það er samfélagi. ekki hægt, það er bara anstætt lögum sko. Já, anstætt lögum, en af hverju ekki, núna er talað um það eins og í Svíþjóð að þá geta þeir verið með margar konur og fleira og oftast undir svona einhverjum verndarvæng félagslega kerfisins og annað. Og þessi svona stjórnlausa meðvirkni er hluti af þessu sem að Brynjar er að tala þarna sem hann er að segja bara, heyrðu, ég þarf ekki pening, því eina sem að ég þarf er bara að þið séuð ekki fyrir. Já, sko, fyrsta lagi, sko, í þessu verður engin inngilding yfir höfuð ef það er mikill menningamunur. Í grundvallaratriðum. Nei. Þá verður bara ekkert inngilding, gleymið því. Og heldur engin fjölmenning í þeim skilningi. Við munum alltaf glíma við vandamál með mikinn fjölda innflytjenda á skömmum tíma. Já. Það fyrsta lagi er það nú stóra vandamáli. Og sumt bara gengur ekki saman vegna þess að bara lífsgildin sum eru bara þannig að þau stangast á við íslensk lög og þá ertu bara búin að skapa aðstæður sem mun á endanum enda í miklum átökum og óleysanleg. Þetta verða menn fyrstalega að horfast á augu við. En það er alveg rétt hjá honum sko pólitísk hugmyndafræði hefur bara vælst fyrir okkur og orðið svona smá tengslar við veruleikan í því sko. Og þá bara er þetta hrúað og svo bara búið til einhver félagsmyndst og allir bara einhver að gera þetta og þetta og svo gerist þetta ekki neitt. En ég held að svona starfsemi eins og hann er í sé mjög gagnleg. Ég get fullir það að svo starfsemi til mig sem að við erum í boxinu og annað, menn þetta er langbesta leiðin að þeim markmiðum sem að svona helstu hugmyndafræðingar sem að segja samt að þú veist að ég og Brynjar eru náttúrulega hatursöfl sko. Já, ég er búin að vera rasisti og fasisti og öfgahægri maður alveg frá því ég neita að samþykkja útlíkalögin á sín tíma því ég vissi að það myndi vera bara, við myndum missa stjórn á öllu. Voru það vatnaskil í þeim ógöngum sem að síðan fylgdu? Ég held það, já. Það var bara það sem ég varaði við því ég var að gera grein fyrir atkvæð mín að ég myndi ekki greiða með þessu þótt að ég var í ríkisstjórn og þetta var þverpólitískt og öll þessi þvæla sko. Og en menn rétt hugsunin sko tók bara yfir. Báru menn ofurliði? Báru bara skynsemir ofurliði eins og oft gerist og svo bara erum við að glíma við vandamál sem er jafnvel óleysanlegt. Og við reynum að gera það best úr þessu og hvernig við getum aðlaða þetta og en fyrst þarfum að hafa stjórn á málum áður og getur lagað nokkuð. Þetta er líka held ég að skrýtnasta svona við útlendingaumræðuna sem að ég hef séð þetta því að við sjáum náttúrulega að og ekki bara sko, þú veist, pólitísk hugmyndafræði í Evrópu byggist maður verður ekkert var við einhverja svona efnahagsáherslur heldur eru bara flokkar að bítast á þetta og þeir flokkar sem að vilja ganga harðast fram eru vex fiskur hrygg og við hugsum hvað ef við gerum nákvæmlega sama á Evrópa en við búumst við einhver annarri niðurstöðu? Það er með ólíkindum. Já, menn trúa því hér, það verður önnur niðurstöða. Af hverju? Hvað er það? Þetta er kannski hluta einhverju dauðaskreitingu eða manngæsku eitthvað, ég veit ekki hvað þið kalla, hvað orðið nota. Nei. En þú ert bara að grafa undan eigin samfélagi smátt og smátt, ef þú hefur ekki stjórn á landamærum og hefur ekki stjórn á þessum hlutum. Og þú getur notað einhverju falleg orðið svo inngilding og þú ætlar að laga þetta. Það gerist bara ekki. Það hefur ekki gerst annars staðar og það gerist ekki hér heldur. Og þú er bara að skapa umhverfi sem endar í stórkostlegum átökum á endanum. En ég held að menn allir bara ekki horfast í augu við það og allir bara halda áfram sama ruglinu. Já, talandi það. Ég opnaði síman, það má hringja inn. Ég held að það virki. Ég er búin að vera einhverju vandræði með það. En þá fær maður yfir sig skamminna náttúrulega. Já, nei, ég nefnilega er alfarið að byggja þetta á því sko að ég leyfi hlustendum að fylgjast með öllum mistökum
og mér finnst það bara hluti af skemmtuninni sko. Að ef að ég eitthvað að klikka þá bara fær fólk að verða vitni af því, það bara skemmtilegt. En við ætlum að horfa á hérna myndband sem að öfgamaðurinn Milton Friedman ásamt hérna, hann með konunni sinni þannig eins og þið sjáið ásamt, það stólu mér hvað hann heitir, þetta hann þetta ekki hagfræðingur? Jú. Já, hann hérna þekktur. Hann þekktur. Þetta var marxistíkar matta. Já, einmitt. En við ætlum að hlusta á þetta myndband og í sambandi við embættismannakerfi. There's no doubt that there's been enormous progress in Britain. The Institute of Economic Affairs, which Anthony Fisher set up, made an enormous difference and made possible Margaret Thatcher. It made possible not her election as prime minister, but the policies that she was able to follow. And in the same way in this country, the developing thought along these lines made possible Ronald Reagan and the policies he was able to follow. Yes. While there is no longer any widespread support for collectivism, there still is a constituency for creeping socialism. Unfortunately, you've seen government is a kind of a situation in which it's not too hard to get something established, but it's almost impossible to get something abolished. Þetta ekki nákvæmlega það sem í gangi? Jú, nákvæmlega. Bara við töldum að svona, hvað ég var að segja, þessi svona hugmyndum að við getum bætt lífið með því að auka við kerfi og við þurftum að koma á laginum, að setja á laginnar mannréttindi, að þá verður embættismannakerfi til og þegar það til að þá verður aldrei úr sögunni. Nei, þú kemur einhverju vitlausu á, þá mjög erfitt að bakka. Það er bara þannig, svo verður þetta bara ein kerfi, sko, leið og menn á að gera svona einhverja pólitíska skoðanir sínar og markmið að einhverjum mannréttindum sem eru einhver absolutt réttindi, það er að segja skyldur sko skakkræðenda að ríkisvaldsins að gera eitthvað, að þá missum við bara stjórn á öll hlutum. Og það er það sem hefur gerst held í Evrópu og víðar, að hérna við missum bara tökin á þessu. Og þá þetta búið til kerfi utan þetta og þetta kerfi bara verður Stærra og stærra og það er farið að setja reglurnar og þau ráða hugmyndafræðinni í kringum þetta og stjórnmálamenn bara sitja einhvern veginn og vildi ekki sitja rúkandi ráð. Það er það bara sem hefur gerst. Já, hérna áður en við höldum áfram út af því að mér langar að tala meira þetta, þá kannski aðeins að fara í spurningar sem við erum búin að fá hérna. Mun þessi meirihluti endurskoða staðsetningu samhjálpar út frá nálægð grunnskóla? Já, ég hef svarað þessu sjálfur einhvers staðar sko. Þetta var nú kannski ekki, ég veit nú ekki hvernig meirihluti mun taka á þessu. En ég hef bara sagt það og sagði einhverju viðtali, mann ekki hvort ég á þér. Það var örugglega á mér. Einhverjum öðrum, að sum starfsemi hentar ekki allstaðar. Og það þarf auðvitað að skoða þetta mál miklu betur og ég held að það væri mjög gott eða væri fundin önnur lausn á því máli heldur sem þar er hugsuð núna. Þetta er einhvers konar feimnismál og ég man ekki hvað það var það ekki Breiðholtinu sem að þeim tókst að með mótmælum að færa eitthvað áþekkt úrræði núna nýlega og það er núna búið að vera í Grensás þar sem þeir telja að þetta sé ófýsilegt en þetta er flókið. Þetta er flókið, þú ert náttúrulega að eiga við fólk þarna, sem kemur þarna inn í eiginlega baklóðina á skólalóðinni, inn í bara við hliðina á fyrirtækja sem koma kunnar, íbúar þarna allt í kring og þannig er mjög veikt fólk, jafnvel sem er að reyta fíkniefna, geðrof er ekkert óþekkt við þessar aðstæður og svo framvegis og þá skilur maður auðvitað þessar áhyggjur og þá spyr maður sér á þetta heima þarna. Bara eðlileg spurning. Þetta er ekki manníska í neinum þarna sem er að mótmæla þessu. Þetta er raunverulega áhyggjur af öryggi sínu.
og við getum ekki bara hunsað það fólk, sko. Ekki að mínu viti. Nei, ég man að ég spurði Pétur Marteinsson fyrir kosningar, sko, þá var ég að ræða þetta við hann. Og ég sagði við hann, þú veist, ég setti bara upp hann realist dæmi, hann náttúrulega er rekstramaður Kaffi Vest og ég held að sé að mestu aukt eða einhver starfsemi þarna gamla pósthúsið þannig að við næstu í Hagamel, þetta aðeins svona aftar. Melhagi eða hvað þetta heitir. Já. Og ég spurði hann, þú veist, ef að svona úrræði væri sett á laggirnar hjá Kaffi Vest, hefðirðu einhvers konar athugasemdir við það og myndirðu setja út á það? Hann sagði, ég vona að ég myndi ekki gera það, en við vitum samt alveg, og það er ekkit út af því að Pétur Marteinsson vera toppmaður, en við vitum það alveg líka, að að sjálfsögðu myndi hann hafa einhverja athugasemdir við það. Og það er ekkit út af því að hann hati einhvern eða eitthvað þannig. Sjálfsögðu ekki. Það er bara út af því að rekstur Kaffi Vest yrði bara áþreifanlega fyrir hnekkjum sjálfkrafa ef að það væri mikill umgangur þeirra sem að þiggja þjónustu slíkra úrræða. Já, sem í alls konar ástandi, sko, og þetta er ekki alveg einfalt. Ég held, sko, Pétur Marteinsson bara góður maður í röngu flokki, sko. Er hann sjálflega? Já, ég hugsa hann í grunni sé allan að borgarlega sinnaður og þau eru að reyna að breyta samfélkingunni í standi flokk, gott og vel. Ég get alveg verið ánægð með Kristur hvað það var þar. En málið er að bara gamla alþjóðbandar sem fólki þarna ennþá, sko. En gott og vel, ég bara, sko, stundum þurfum við að vera raunsæ. Við getum ekki látið einhverja svona pólitíska hugmyndafræði þar sem enginn má hafa, sko, verður allir að vera fyrir alla og allt það, sko. Það er bara ekki hægt og ég held að við verðum að mínum mati í þessu tilviki að horfa á þetta raunsætt og finna betri úrlausn. Hún verður þetta aldrei fullkomin og en ég held að hljóta verði til betri leið heldur að hafa þetta eiginlega í nánast á skólalóðinni, sko. Já, það er einn hérna sem að greinilega nátengdur, hann segir við sem búum þarna í nágrenni við Grensásveg þar sem að kaffistofan á að koma upp, við erum ekki fordómafull heldur, við erum áhyggjufull. Ég held að sjálfur rétt hjá honum og þetta er bara eðlilegar áhyggjur og við getum ekki hortað og afgreitt svona fólk sem fordómafullt eða rasista eða hvað þau vilja kalla þetta alls saman. Þetta er auðvitað bara raunverulegar áhyggjur og ég skil þær. Já. Og ég get ekki bara hunsað þetta og segja bara einhver staðar verður þetta að vera. Auðvitað verður þetta að vera einhver staðar og en ég get ekki ímyndað mér annað en ég geti betri lausn heldur en þetta. Eitt sem að spyr hérna, ef að Brynja verið borgarstjóri í 1 dag án afleiðinga, hvað myndir þú gera? Ég myndi örugglega ekki gera neitt á einu degi, ég get bara sagt það strax. En þið lofuðu að hlutin eru gerðir strax. Nú segirðu ekki strax. Ekki á einu degi, en strax er teðilegt hugtak, eins og Vigdís Hauksdóttir veit, að nei, við erum bara með verkefnalista. Skammið okkur ef við stöndum ekki við það. Ég reikna með, og ég er miklu vonbrigðum við náum ekki verum árangri í að keyra það lista áfram, vegna sem við höfum alla möguleika á því. Kann að vera einhverju senki úr 100 dögum í 110 eða 20, látum það liggja milli hluta. En ég meina, ég er rétt vona það og við verðum bara þá að segja okkur þá bara tókst ekki alveg eins vel á ætlum, en tókst okkur vel þegar upp í staðið. Ég ætla bara rétt að vona það. Já, þetta verður áhugavert að fylgjast með þessu. En hérna, eitt hérna, séra Friðrik fær ekki að rísa nýju. Nei. Tillaga að reisa á ný styttu af séra Friðriki Friðriksinni var í kvöld felld, þetta er sérst í gær, á aðalfundi knattspyrnufélagsins Vals sem að þú heldur með, einhverjum óskilum ástæðum, ertu ekki gáringur? Bara því ég er alin upp þar, sko. Já, þú ert samt að halda með besta liðinu. Á sama fundi var Arnar Þór Sævarsson kjörinn formaður félagsins, bladi. En það var sérst samþykkt á aðalfundi að stytta að séra Friðrik fengi ekki að rísa nýju. Fyrstu hugleiðingar? Þetta er bara hinn venjulegu ótti við ofstækið. Sko, ef þú skoðar þetta mál, þetta er algjörlega galið mál, sko. Þetta er bara ofstækið, gafst einhverju látnum manni á mjög veikum grunni, manni sem bara bjargaði hér æskulíð Reykjavíkur og víð annar staðar
og á einhverju þriðjamanns frásögn og einhverju mjög óljósi frásögn eitthvað horfðu á stóru myndina. Þetta myndi aldrei ganga fyrir í neinu máli, dómsmáli eða neitt, aldrei eins og ákært í svona máli og menn fara að gjörsamlega einhvern veginn yfirum vegna þess að hvernig umhverfið og sko, ef menn skoðu það sem hefur þó legið fyrir þessu máli þá dytti engum í hug þessi aðför að þessum stórkostlega manni sem séra Friðrik var og hvað hann bjargaði miklu. Ég bara sé, þetta bara sorglegt mál og sýnir bara sko hræðsluna og gunguháttin í þessu máli, ég skil hana svo sem alveg sko. Þetta auðvitað bara svo hallarislegt að hálfa verið nú. En hvernig, sko, ég velti fyrir mér, ég nefnilega, ég veit ekki, þú veist, ok, ég sammálaður þar að það geti að vera, þú veist, að svona frásagnir ekki að vera til þess að fólk sé einhvern veginn útilokað á samfélaginu. Hins vegar alveg önnur, svona, hvað ég að segja, það aðrar hliðar á þessu máli, því að núna ef við tökum bara sem dæmi Múlaborgarmálið, þar sem einhver viðbjóðslegur nýðingur var að brjóta á börnum í leikskóla. Hann fær alveg óskiljanlega vægan dóm og hann haldinn barnagernd og þarf á rosalega mikið aðstoð að halda. Meðvirkni gagnvart kynferðisafbrotum á Íslandi finnst mér samt alveg líka að vera fyrir hendi og þetta er svolítið út af því að það var svo ótrúlega óskiljanlega illa grundaðir aðilar sem að fóru í það að reka áfram MeToo umræðuna hér á landi sem að höfðu náttúrulega ekkert til áranlega að leggja hana en ofstæki og dellu en það var eitthvað hana sem að ég til að sé eitthvað sem að væri vert að skoða og meðal annars það hvernig sko kerfið virkar gagnvart kynferðisafbrotamönnum sérstaklega einhverja sem að leita á börn og brjóta börnum dæmið mann sem að braust inn í herbergi einhvers barns og braut á hann þar eða braut ekki á honum mér er bara drullu sama ef þú ert eitthvað fullur og brýst inn í herbergi barnsins þá eru komin fyrir mér 5-6 ár inni sko. Já, þú ert í refsigleðinni Gagnvart, sko finnst þér óeðlilegt að vera í refsigleði þegar það kemur að því að brjóta kynferðislega á börnum? Nei, það finnst mér ekki enda það þyngstu refsingarnar sem er fyrir utan En þannig er ég bara pínu sammála stígamótum. Þú verður að horfa á allt máli í heilsinni. Nú get ég tekið mikinn lögfræðikúrs sem við höfum ekki tíma í. Kraftkúrs á 8 mínútum. En vissulega brot gegn algjörlega varnarlausum börnum er bara mjög alvarlegt og kallar auðvitað á þyngri refsingar og gerir það. Og vegna þess að það getur haft svo mikil áhrif fyrir sko börn og viðkvæðum aldri að lendi í svona remmingum, þú getur svona nánast sko skemmt líf þeirra til frambúðar sko. Já. Og þess vegna en sko ég er ekkert sem að samfélagi sko, veist, það eru auðvitað þungar refsingar en gera alltaf enn þyngri sem eru auðvitað bara viðbrögð sko reiði viðbröðin sko. Texas afleiðingar einhverjar. Já, og en við erum samt einhvern veginn samfélagi og það er ekkert endilega það bæti eitthvað að loka inn í hálfa ævina eða hvað það er sko. En þetta er auðvitað bara allt þekktar tilfinningur og ég skil þær sko, en ég er ekkert sem að sé endilega mjög hagfellda fyrir samfélagi heilsinni, en gott og vel þær eru þó refsingar endurspegla alvarleikann sem við lítum á í hverju broti og þetta er eiginlega bara það næst alvarlegasta sem til er sko. Þannig að ég skildi allt saman. Sko, hvað var það aftur? Ég man ekki hver sagði það var einhver sem var með eitthvað á það leið svo ég segi þetta á ensku mercy for the guilty is cruelty to the victim og já. Ég er pínu þar, ég meina ef að einhver hvað var að segja ef einhver er í þeim
efnum að vera að brjóta börnum, tala nú ekki að standa af sér refsinguna og brjóta svo aftur á börnum. Ég verð svakalega kínverskur. Já, það líka allt til, sko, ég þekki þetta mál nú aðeins vegna þess að ég held ég að úrskurðan þegar ég var í dómi, ég held ég að úrskurðan gæslu var haldan mann hef ég mann rétt. Okay. Sko. Þannig að ég þekki nú aðeins málið sko og ég held að dómurinn sé alveg í samræmi við verklæðin þegar allt skoðað í heild sko. Okay. En ég ætla ekki að gera lítið úr þessu sko, og mátt ekki halda það ég sé bara verja einhverja brotamenn, það ekki sko, ég var nú aðalega að dæma þá sko, en þetta auðvitað þannig að við þurfum einhvern veginn að málin eru mismunandi, það eru mismunandi mikla afleiðingar, það eru mismunandi gróf og við vitum ekki allt í málunum sko, þegar við myndum okkur skoðan. Nei, ég, og eins og segi, ég veit alveg að það auðvelt að, en ég bara einhvern veginn, þegar það kemur að brotum að börnum, þá er ég rosalega pesar, sko. Við erum alltaf viðkvæmir fyrir því vegna þau rækjulega varnarlaus, sko. Já, þetta er líka, ég er að fara að nota... Og aldrei gert neinu neitt og Ég er að fara að nota svo sterk orð, þannig að og lífið framvundan, sko, þetta er auðvitað vandi, sko. Já, en ljúkum þessu á því sem við byrjuðum og að auglýsa kynlífsringin okkar. Nei, ég er að djóka. Ég er ekki virkur þar lengur, sko. Já, það er bara þetta réttu efnin. Borgarmeirihlutin. Já. Ef þú tekur svona breiðu strókunar, þið talaðum strax, talaðum að fara í mikla breytingar og það verði áþreifanlega betra að búa í Reykjavík þar sem að stjórnlyndið er á förum og að hlutinu verði betri fyrir fyrirtæki, hlutinu verði betri fyrir borgarana. Hvernig ef þú horfir á svona þær áherslur sem þú telur að, leið mér að segja svona auðveldu verkefnin, sem er náttúrulega aldrei auðveld, en svona auðveldari verkefnin sem hægt að ráðast í. Hvað heldur að Reykjavík búið með koma til með að búast við núna næstunni? Ég þeir bara fljótlega að finna þetta fyrir skipulagsbreytingu, einföldun, það verður lögð niður ákveðin starfsemi sem ekki lögbundin og óþörf, sem verið bara verið pólitískar yfirlýsingar meirhlutans fyrir og ég held að það verður forgangsraðað på nýtt í þessum sáttmála, samgöngusáttmála, þar sem við finnum fyrir því að það séu farnir í mannvirki til þess að bæta umferðina, hvort sem fyrir strætó eða aðra. Þú munt örugglega finna að það hlusta meira á borgarbúa og það verður reynt að vinda á hana því sem vill hefur gert, sumt er kannski orðið á seint en ég held að menn finni fljótlega að skoða verkefnalistan sem var ítarlegur, sumt er það að gera strax, sumt er oft lítil atriði, en skipta borgarbúa miklu máli. Það hægt bara að gera strax, bara þú nefnir að hlusta fólk, sko. Og ég held að það verði bara unnið mjög hratt í því, þannig að fólk svona finni það að við höfum áhuga á að hlusta á það, við höfum áhuga á að framkvæma það sem það vill sjálft, sko. Og það verður farið í örugglega í útboð á einhverju leiti að mjög sem byrja með á sorphirðu. Við stöndum frammi fyrir því að við erum með lélegustasjón sem sorphirðu, en við erum einu sem hafa ekki útvistað því og boðið það út. Samt dýrar hjá okkur. En einhverjum munum vera alveg brjálar að við ætlum að selja eigur Reykvíkinga sem eru sorpbílar í þessu tilfelli. Ég meina, það er eins og að sé að rífa hjarta á fólkið og selur eitthvað sem það. Það er eins og þú fáir ekki andvirði. En við erum auðvitað bara að reyna að bæta þjónustuna. Þannig að fólk finni það og það sem skiptir það máli er að sorpið er hirt. Það komist á milli staða. Snjómostu séu lagi og svo framvegis. Oft sko sem við getum kallað ekki stórmáli sjálf sem sundæði og hlusta svolítið á sko, nei, við ætlum að tróða hér 5.000 íbúðum inn í hverfi hér sem þú vilt ekki, sko. Og þétta það við ætlum ekki að gera það, sko.
Saman hvort þið líka betur að vera. Saman hvort, veist, ég held að menn funni aðeins mun á þessu og það verður örugglega miklu meira samtal þannig að fólk upplifi það að það sé hluti af þessu samfélag og hafi eitthvað að segja. Já, talandi það reyndar, hérna það var einn borgarfulltrúi sem að sagði við mig þegar hann kom heim til mín og hann sagði ég held að það ætti að rukka hérna bílastæðagjöld fyrir utan heimilið þitt og ég eitthvað, ég bý nú bara lengst út fyrir bæinn. Já, nei, þetta verður skynsamlegt og ég held að hann var að grín, eða þú veist, ég held að hann var að grínast sko, en svo var það gert og nú er byrjað að rukka bílastæðagjöld fyrir bara út kvippin og kvappin. Já. Og svo leitast fólk eftir því, ég meina, tala nú ekki bara ef þú ætlar að fá gesti í heimsókn þá bara, já, heyrðu, það er hérna ef þið stoppið í nokkra klukkustundir þá er það hérna 3200. Já, við ætlum til dæmis að hætta að rukka á kvöldin, sko. Þið þurfum að hætta að rukka fyrir framan heimili fólk sem að meikar ekkert sens. Það meikar ekki sens og líka á kvöldin, þannig að þú getur farið út að borða eða farið í leikhúsi á þess að helmingurinn af kostnaðurinn með bílastæðið, sko. Já, en bara, ég skil ekki hvernig það meikar sens líka bara þar sem að það þurfti augljóslega ekki eins og fyrir utan heimili mitt svo ég stala nú bara fyrir mínum eigin hagsmunum en þetta var bara rekið í gegn og engin spurður og svo mátti ekki einu sinni kaupa eða voru með 2 bíla nei, það mátti ekki einu sinni vera með sko auka bílastæðakort. Nei, en þetta er hluta af pólitísku hugmyndafræði, þetta er líka hluta einhvers svona tekjuöflun held ég vegna þau þurfa alltaf að framkvæma svo mikið sem þau langar til að gera sem hefur ekkert með hagsmuni borgarbúa að gera. Það er mín upplifun af þessu. Já, þín upplifun. En ég meina, hugsaði aðeins sko, þetta er sveitafélag, þetta er borgarsamfélag og hérna, þú ert með íbúa. Og hvað skiptir þetta fólk máli? Það er að komast á milli, komast í úrvinnu, geta að fara með börn í leikskólan, geta að fara út að borða, geta að fara í bíó og allt þetta. Og hérna, nei, það var bara tekið að fullt af peningum sko. Þú getur ekki lagt utan húsið, við ætlum ekki að hafa neinn bílastæði. Þú ert með hérna 2 börn á öxlinni hérna á burðarpokan og þetta labba frá bílastæðahúsinu í nýju skipulagi Reykjavíkurborgar kílómetra með þetta alls saman. Það geta lagt bílnum og komast heim til því sko. Þetta er galið. Er einhver að biðja þetta? Nei, auðvitað ekki. Nei, þetta er bara einhver hugmyndafræði. Og ég segi bara, þetta er ástæðan fyrir þetta fólk tapar þrátt fyrir að sko pólitíkin í borginni þannig þetta flest fólk sko vil kjósa til vinstri sko. Það gata ekki lengur sko í þessari borg. Að þetta er fólk bara algjörlega ótengt veruleikann. Og er bara nákvæmlega sama hvað borgarbúar yfir höfu vilja. Þess vegna töpuðu þau og þið sigruðu. Já, við vinnum, bara þess að fólk sagði bara, ok, ég hef aldrei kosið sjálfstæðisflokkinn, sko, en þetta er ekki hægt lengur, sko. Ég heyrði þetta rosalega, ég held að hérna myndi fá meira út af því ég var bara að heyra þetta rosalega mikið undir, bara mestu vinstri menn sem ég þekkt. Já. Og það er bara, en ég get ekki lengur kosið þetta, sko. Þú verður að sýna bara borgarbúum virðingu, þú verður að hlusta, jafnvel þó sett ósammála einhverjum í því, þú verður bara samt að gera það. Af því þú ert í þjónustuhlutverki. Já. Fínustu loka orð. Brynjar Níelsson, takk æðislega fyrir að koma. Já, takk fyrir að vekja mig. Þetta var hörku gott hjá okkur. Það ekki. Bara þangað til næst. Já, ég er bara að bíða til hringingu. Já, það verður í fyrramálið. Já.